Já, komið þá blessuð og sæl og ég segi nú bara loksins. Mörg ykkar búin að bíða lengi og dagurinn runnin upp. Hann aðeins öðruvísi af því að Gummi og Dís þau skila bara bestu kveðjum til ykkar, gátu ekki verið með okkur í dag. En hann Henning Emil Magnússon, sem prestur hérna í Garðabænum, hann leysir af í dag og hefur nú tengst hérna við Lindakirkju. Hann var meðal hans fyrsti fermingafræðari safnaðarins fyrir löngu síðan og hefur líka verið með okkur meðan hann var í guðfræðideildinni. En svo ætla ég líka að segja frá því að það annar prestur sem afi hans Aron sem að fara að fermast hérna. Hann Sigurður Ægisson sem prestur á Siglufirði. Hann ætlar að ferma afa drenginn sinn. En við ætlum að njóta augnabliksins og þessarar athafnar og það ljósmyndarar. Þið fáið sendan link með öllum myndunum sem þau taka og þau ná góðum myndum af því þegar börnin ykkar fermast og í staðinn getur þið bara haft símana niðri og verið í fullkomni núvitund og notið dagsins. En Henning tekur nú við. Við hefum stundin á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Og við byggjum saman. Almáttugir Guð, við byggjum fyrir fermingabörnunum okkar að þau geti gengið til móts við framtíðina, opnum huga og móttækileg fyrir öllu góðu. Að þau vogi að lifa í ótryggum heimi og fái mátt til að bera vonbrigði, eignast heilbrigða sjálfsmynd, missi ekki móðinn og skaði ekki líf sitt né annara, heldur séu reiðubúin að leggja sitt á mörkum til að gera heiminn betri. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Fyrri hluti ritningalestra dagsins valdir úr minnisversum fermingabarnanna. Og ég les þau nú. Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Sáuð réttlæti og uppskerið kærleika. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Varpa áhyggjum þínum á Drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Og þá bið ég ykkur sem auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall. En Kristur segir: Þið eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker,
heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna að þeir sjái góðverk ykkar og vegsami föður ykkar sem á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Þá megið fá okkur sæti. Og þá komið að því að við ætlum að syngja saman lag sem að heimabakað, má eiginlega segja. Ég man að amma mín var alltaf svo stolt af því þegar hún bauð upp á heimabakað og ekki ástæðulausu. Og það eiginlega hér þannig að hún Áslaug, Helga, djáknin okkar, hún samdi melodíuna eða laglínuna svo fallega og textin eftir prestinn, Guðmund Karl, sóknarprestin hjá okkur og þið sunguðu þetta nú oft í síðasta vetur og tökum allavega vel undir í viðlaginu, Halleluja versinu. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, að lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gjár. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveiktir brosið, fannstu fuglana, eldinn atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú þekkir mig, þekkir hvert tár, beinin og sál, frá upphafi lífs. Þú gættir mín, mættir mér enn, miskunnin þín, að innstu stund játning mín. Þú minn Guð. Já, kæru fermingarbörn, eins og ég sagði áðan, það komið að þessu. Og stundum hefur verið sagt að þegar maður fermist, að þá gangi maður í fullorðinna manna tölu. Það kannast margir við það var sagt við þau þegar þau fermdust. Nú ertu gengin í fullorðinna manna tölu. Það kjaftæði. Þið eruð ekki að verða fullorðin við þessa athöfn hér í dag.
Þið löbbuð hérna inn sem börn og þið löbbuð út sem börn. Og ég hvet ykkur til þess að varðveita barnshjartað. Það stundum sagt fólk, það svo gott, honum með henni tekst að varðveita barni í sjálfum sér. Og það þýðir einfaldlega að maður sé tilbúinn að gleðjast yfir litlu hlutunum eins og börn oft gera. Og nokkur sinnum í Biblíunni segir Jesú nema þeir verði eins og börn. Og hann sýnir að börnin sem fyrirmynd hvernig við getum lifað góðu lífi. En dagurinn í dag snýst að einhverju leyti það líka hvaða leiði ætlaði að velja. Og þið verið spurð hérna eftir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Það að velja leiðina sem Jesú hvetur okkur til að fara. Og ég hafði alltaf gaman að sögunum Lísu í Undralandi þegar ég var lítill og þar gerist það að Lísa stödd á vegamótum. Hún veit ekki alveg hvaða leið hún á að velja en hún hittir kött á vegamótunum. Og hún spyr, getur þú kannski sagt mér hvaða leið ég á að fara? Og þá segir kötturinn, já það fer nú svolítið eftir því hvert þú vilt fara og hvar þú vilt enda, hvaða leið þú átt að velja. Það skiptir ekki svo miklu máli hvert ég fer, segir Lísa þá. Og þá svarar kötturinn sposkur á svip, þá skiptir heldur ekki öllu máli hvaða leið þú velur. Ef við vitum ekki hvert við ætlum, þá skiptir ekki öllu máli hvaða leið við förum. En í dag eru þið að ákveða að það einhver leið sem betri en önnur. Og það leiðin sem Jesús bendir okkur. Og þá gott að horfa á það hvernig Jesús kom fram við fólk. Og það sögurnar sem við fórum yfir í vetur, að Jesú fór líka og talaði við þau sem engin annar synti. Hann fór og talaði við þau blindu sem voru útskúfuð, þau holdsveiku og fyrir Jesú eru allir mikilvægir. Það ekki spurt aldur, kennitölu, kynhneigð, þjóðerni. Í augum Jesú og augum Guðs erum við öll mikilvæg. Og þess vegna erum við líka í þessum hvítu kirtlum til að sýna þið eru öll eitt. Það engin fremri eða aftari í augum Guðs. Ég man vel eftir fermingardeginu mínum og ég man eftir því að ég var rosa spenntur að þetta væri að fara að gerast og ég tók þessa ákvörðun alvarlega. En ég var líka spenntur yfir því að ég væri að fara að fá einhverja gjafir. Ég skal alveg viðurkenna það. En það merkilega að gjafirnar sem ég langaði ótrúlega í fyrir 28 árum, þær eru flestar komnar á sorpu fyrir löngu síðan. Hljómflutningstæki með svona kassettum eða snældum, þið veit ekki eins og hvað að tala En þetta langaði mér rosalega í, en það allt fallið úr gildi. Og þannig það með lífið. Það eitthvað sem ykkur langar í núna sem skiptir ekki máli eftir 20 ár eða 30 ár. Að það fallið úr gildi. En Biblían minnir okkur á að það eru hins vegar hlutir sem aldrei falla úr gildi. Og það það sem stendur í Biblíunni, svo fallega, kærleikurinn. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og ég hef nákvæmlega sömu þörf og ég hafði sem fermingabarn fyrir því að það sé einhver sem styður mig, peppar mig upp og lætur mig líða vel. Við höfum ennþá sömu þörf fyrir það að einhver horfi í augun á okkur og láta okkur vita að við skiptum máli. Kærleikurinn nefnilega fellur aldrei úr gildi. Og það með vita að fólki ykkar sem með ykkur í dag, það þráir að leiðin sem þið farið í lífinu verður gæfurík. Að þið upplifið hamingju og eitt af því til að upplifa hamingju að líka geta deilt sorgum og áhyggjum. Og það með vita að á úlingsárunum og framundan það munu koma mótvindur og mótstreymi, þar sem lífið verður stundum erfitt og ósanngjarnt. Vitið þá af fólkin ykkar sem vill ekki að þið berið allar byrðar heimsins ein, heldur vill styðja ykkur og standa með ykkur. Og það megum við líka vita að Guð þannig. Þess vegna segir Jesú, komið þið til mín, öll þið sem erfiðið, og þunga eru hlaðin og ég mun veita ykkur hvíld. Og svo hvetur Biblían okkur til að bera hvers annars byrðar, það að segja að við hjálpum stað, enginn á að gera allt einn. Munið það að fólki ykkar sem búið að undirbúa skemmtilegan dag sem þið skulu njóta í dag, það vill gjarnan fá að heyra þegar ykkur líður illa. Og það betra að deila áhyggjum sínum með einhverjum öðrum
því þá fær maður stærra sjónarhorn og einhvern sem að ber byrðarnar með manni. Þannig er Guð og þannig, eins og ég las áðan, eigum við sjálf að vera. Við eigum að vera ljós í þessum heimi og Guð hjálpi ykkur við það í allri ykkar framtíð og innilega til hamingju með daginn, kæru fermingar börn. Guð bless ykkur. Þá skulum við rísa á fætur og fara með trúarjátninguna, öll sömulega. Við segjum þá saman: Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og nú fá okkur öll sæti nema hópur 1. Við ætlum að standa upp áfram. Setja þetta í sætin. Svona, já, glæsilegt. Ég skal labba á undan. Adela Eyrún Jóhannsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsþíns? Adela valdi sér vers úr Jóhannesarguðspjalli og við segjum saman: Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Já. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnan á þinni til eilífs lífs. Og þá máttu standa upp. Fríður sé með þér, Adela Eyrún. Og Ari Dagur Hjörvarsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsþíns? Já. Þú valdir úr fyrra Korintubréfi vers og við segjum saman: En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnan á þinni til eilífs lífs. Ari Dagur, fríður sé með þér. Og Arnar Ási Guðmundsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsþíns? Þú valdir vers úr sálmunum og við skulum segja saman: Varpa áhyggjum þínum á drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnan á þinni til eilífs lífs. Arnar Ási, friður sé með þér. Og Arnór Helgason, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsþíns? Já. Arnór, hvert er ég komin? Jú, þú valdir vers úr Hebreabréfinu. Við segjum saman: Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi,
varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér. Og þá bjóðum við Avan, séra Sigurð Ægisson, til að koma hér fram og ferma barnið. Aron Snær Davíðsson, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð, Faðir og Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Í ritningagreinni sem þú hefur valið þér og sem að finna í 23. Davíðssálmi segir: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Friður sé með þér. Takk fyrir. Og Birta Halldóra Árnadóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Birta valdi sér úr vers úr Markúsar guðspjalli og við segjum saman: Jesús sagði við hann: ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Amen. Friður sé með þér. Og Elías Ari Freysson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Og Elías valdi vers úr sálmunum og við segjum saman: gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Elías Ari. Og Elías Ingi Gíslason, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdiði vers úr Jóhannesarbréfunum og við segjum saman: Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Elías Ingi. Og Erna María Helgadóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr Jóhannesarguðspjalli og við segjum saman: frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Erna María. Og Guðmundur Tór Örlygsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Og þú valdið þér vers úr spátumsbók Jeremía og við segjum saman: svo segir Drottinn, spyrjið hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo að þér finnið sálum yðar hvíld. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Guðmundur Tór. Og Gunnar Erik Guðmundsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Og þú valdið þér líka vers úr sálmunum og við segjum saman: gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Gunnar Erik. Og Hákon Logi Argrímsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valiði vers úr Rómverjabréfinu og við segjum saman: hafið frið við alla menn að því leyti sem það er unnt og á ykkar valdi. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarnáð þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Hákon Logi. Og þá krjúpa við öll. Og þá byggjum við saman bænaversin sem á að finna hér aftan á blaðinu. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen.
Svo stígu allir upp. Og Ísabella Ósk Gautadóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr sálmunum og við segjum saman: á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Ísabella Ósk. Og Ísak Freyr Jóhannsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers sem við köllum stundum litla biblían, við förum saman með það. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Ísak Freyr. Og Kamila Mía Brím, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr sálmunum og við segjum saman: á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Kamila Mía. Og Karl Andrés Kristjánsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr Jóhannes guðspjalli og við segjum saman: Jesús sagði: ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Karl Andrés. Og Kristín Salka Auðunsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist sem leiðtoga lífstíns? Og þú valdið þér vers úr sálmunum og við segjum saman: varpa áhyggjum þínum á Drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Kristín Salka. Og Matthildur M. Ellersdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið vers úr Mattheusar guðspjalli og við segjum saman: komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni. Friður sé með þér, Matthildur. Og Róbert Frans Skjaldarsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr Jóhannesar guðspjalli og við skulum segja saman: Jesús segir: ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Róbert Frans. Og Sara Sif Kristinsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr Rómverjabréfi og við segjum saman: lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Sara Sif. Og Sindri Leon Baldvinsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið vers úr Hósea og við segjum saman: sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Sindri Leon. Og Tómas Logi Bragason, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífstíns? Þú valdið vers úr Hebreabréfinu. Við segjum saman: trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Tómas Logi. Og Valur Rúnarsson Britti, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist sem leiðtoga lífstíns? Þú valdið þér vers úr Markúsar guðspjalli
Við segjum saman, Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs, friður sé með þér, Valur. Og Þóra Guðmundsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsþíns? Já. Og þú valdi versu Jóhannesarbrefunum og við segjum saman, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, varðveiti þig í skírnarná þinni til eilífs lífs, friður sé með þér, Þóra. Já. Nei, krúpp. Og við förum saman með versi sem neðra versi hérna aftan á. Leiddu mína litlu hendi, ljúfi Jesús þér ég sendi, bæn frá mínu brjósti sjáðu, blíði Jesús að mér gáðu. Og góði Guð, við þökkum þér fyrir fermingarbörnin, blessaðu framtíð þeirra allra og hjálpa þeim að finna að þau eru mikilvæg og hjálpa þeim að finna hæfileika sína og rækta. Þess byggjum við að hjarta og segjum svo saman bænina sem Jesú kendi, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæru fjölskyldur, þessi fermdu ungmenni eru okkur á hendur falin. Bjóðum þau velkomin og tökum með gleði á móti þeim sem játendum Jesú Krist. Höldum vel utan þau og hjálpum þeim að lifa í trú, von og kærleika og höfum það fyrir þeim sem gott er. Amen.
Þá vil ég bara að lokum óska ykkur innlega til hamingju, kæru fermingarbörn og aðstandendur og ykkur sem að fylgdust með rafrænt. Takk fyrir að fylgja okkur þannig. Og ég veit að það voru meðal annars Guðmundur Karl, sóknarpresturinn og Dís sem hefði svo gjarnan vilja vera með ykkur og ég sendi aftur bestu kveðjur frá þeim til ykkar og hamingju óskir. En þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum þegar við móttökum hérna drottinlegu blessun sem erum alltaf send með úr kirkjunni til að minna okkur á að við erum ekki ein á ferð. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og við skulum bara halda áfram að standa, kæru fermingarbörn, og syngja vel með í laginu sem að við sungum svo oft síðasta vetur og minnir okkur á að Guð getur sendt okkur ljós og kveikt í okkur ljós. Gjör svo vel. Þið fá okkur sæti og við getum klappa fyrir kórnum bara. Takk fyrir. Og þá ætla ég að biðja ykkur kæru fermingarbörn að raða ykkur hérna. Haraldur, ljósmyndari, hann svona segir ykkur og var eitthvað búinn að æfa með ykkur hvernig röðin á að vera. Ég veit allavega þeir hávaxnustur aftan, en komum hérna og svo býðum við fyrst eftir að þau gjöru svo vel. Þau mega fyrst taka myndir og þá höfum við alla síma og kamerur niðri, en svo þegar þau gefa grænt ljós þá megið þið standa upp og ná mynd af öllum hópnum, en eins og ég segi, það munu allir fá myndirnar sendar.
og gjöru svo vel að ræða ykkur upp og svo ætla ég líka að segja að þegar athöfn er lokið þá er hægt að hnippa í fermingarbörnin áður en við fara á kyrtlinum ef einhver vill taka mynd af þeim hérna í kirkjunni eða fyrir utan kirkjuna í fermingarkyrtlinum, þá er það sjálfsagt mál.
Yeah.